Komdu sæl, kæra fallega Vog. Þá hérna komin spilin þín. Nú í þetta sinn ég að taka hérna úr 4 mismunandi stokkum. Ég búin að gera spilin klár og stokka þau og leggja þau hérna í bunka. Og ég byrja á efri 2 spilunum og ætla síðan að færa mig niður í neðri 2. Og það bara efstu spilin sem að gilda hérna fyrir þig. Við skulum kíkja og sjá. Já, kæra Vog. Það rómantísk orka hérna í spilunum þínum. Eins og þín nú von og vísa. Spilið heitir Twin Flame sem að útleggst á íslensku tvíburalogi. Nú veit ég ekki hvort að það sé rétt orð yfir þetta fyrirbrigði en skiptir ekki öllu máli. Goðið hérna, keltneska goðið held ég örugglega, heitir Angus sem svona gott og gilt keltneskt nafn. Angus sem sagt keltneskur guð sem hjálpar sálufélögum og tvíburalogum að hittast og ná saman í fallegum ástarsamböndum. Hann hjálpar elskendum að leysa úr ágreiningsefnum með hörpunni sinni og heilandi kossum. Þetta afskaplega fallegt. Sagan segir að Angus varð ástfanginn af ungri fallegri snót sem að hét Kör, sem að held ég að þýði hjarta. Og hann elti hana þangað til hann sá að hún var hlekkjuð við 2 svani. Þá breytti hann sjálfur sér í svan til þess að geta verið nálægt henni og vera hlekkjaður við hana að eilífu. Ákaflega dramatísk saga. En þetta sem sagt það í raun og veru að finna hérna einu sönnu ást. Og fyrir ykkur sem ekki hafi neitt hátt álit á þessum málum, þá verið þið bara að slökkva eða láta þetta sem vindum eyru þjóta. Það kannski á þetta við einhvern annan í ykkar lífi. Ef þið vill ertu bara í svona fallegu sambandi og það verið að leggja áherslu á tenginguna ykkar. En spilið sem hann kemur með, það vísbending að lyfta þér eða ykkur yfir erfiðleika og sjá bara hið fallega og himneska í manneskjunum, þér og hinni manneskjunni. Hann hingað kominn til að hjálpa við að leysa ágreiningsefni, sagði ég áðan. Þannig að kannski ertu búin að vera í einhvers konar erfiðum samskiptum við mannesku sem þið þykir ákaflega vænt og hér vísbendingar að þú ættir að reyna að leggja það til hliðar og einbeita þér að hinu bjarta og fallega í manneskjunni eða í ykkar sambandi. Þú getur spurt sjálfa það því hvernig myndi líf mitt breytast ef ég gerði það og það getur verið einhver hræðsla eða komplexar sem halda aftur að þér og valda því að þér finnst það ekki auðvelt. Við skulum sjá hvað hin 2 spilin segja. Hér ertu á ferðalagi, kæra Vog, og hér stendur andlegt ævintýri. Kannski ertu að ferðast þér til gamans,
kannski þarft að ferðast vegna vinnuna þinnar. Það er einhver reynsla hérna tengd ferðalagi sem að spila svo skemmtilega inn í líf þitt og lyfta því upp á hærra plan, bókstaflega. Þú ert að ferðast með einhverjum en kannski þessi hinn aðili ekki endilega í jarðneskum líkama því hann er hérna með vængi og svona pínu gegnsær. Þetta gæti táknað einhvern verndarengil sem alltaf með þér á ferðalögum. En takt eftir því að konan sem situr hér, sem að tákna þá þig, með blindrastaf. Þannig að hún ef til vill ekkert að velta því fyrir sér að hinn manneskjan sé kannski úr annarri vídd. Bara svona það sem ég sé hérna á spilinu. En það sem stendur hérna upp úr andlegt ferðalag og það segir mér bara það að þú ert að öðlast þroska, þú ert að stækka, þú ert að vaxa, þú ert að verða sáttari við sjálfa þig og karmaspilið kemur hér. Ég hef aldrei litið á karma sem eitthvað neikvætt. Ég veit að margir gera það. Karma er einfaldlega orsök og afleiðing. Og karma getur verið bæði jákvæð afleiðing og jákvæð orsök. Og hér stendur það ekkert úr fyrra lífi sem ekki hægt að breyta í núverandi lífi eða ekki hægt að taka á, skulum við segja. Þetta einhvers konar örlaga vefur sem verið að prjóna hérna eða spinna og segir mér bara það, kæra Vog, að þú stödd á ákveðnum stað í þínu lífi þar sem að örlögin skipta máli, þar að segja að þú ert að fá tilbaka eins og þú hefur sáð og þá það þitt að dæma það hvort að það sé á jákvæðum nótum eða ekki. Þú hefur allavega tækifæri hérna á að gera lífið þitt að einhverju fallegu og koma inn með góða fallega orku varðandi samskipti þín við mannesku eða við annað fólk og það sérstaklega rómantískt samband hérna sem verið að tala að hleypa því inn, taka á móti opnum örmum eins og hún að gera hér og lyfta þér yfir þar sem þér gæti þótt neikvæðir eiginleikar eða hindranir. Haltu síðan bara af stað í þetta fallega andlega ferðalag, hvort sem að þú ferð það einn eða með öðrum og það kemur eitthvað skemmtilegt út úr því og þú ert að fara og þú heldur áfram að vefa þér þennan örlaga vef. Síðan verður bara að spyrja leikslokum þegar að þetta allt saman yfirstaðið hvort þú hefði viljað gera hlutina öðruvísi. Ég ráðlegg kæra Vog að pása þetta myndband og horfa á spilin svona bara í rólegheitum. Skoða þau, stúdera þau, kannski eitthvað hérna sem að höfða til þín, eitthvað sem mér yfirsést kannski. Gott að virkja innsæðið sitt með því að fá sína eigin túlkun, ekki bara hlusta á það sem sagt. Þá ætlum ég bara að stoppa hér, kæra Vog. Óskar allsins besta með þetta, ljós og kærleikur.